listin á ekki að vera trójuhestur fyrir einhverja hugmyndafræði eða aðferðafræði, hún líka bara, þetta ákveðin svona enduruppgötun á heiminum sem þú miðlar. Það búið strömlínulega handritagerð svo mikið í svona mainstream media að það eiginlega bara eins og það hafi verið skrifað af gervigreind. Og vandamáli líka með vókið í listum að á þess forsendum þá alltaf rosalega augljóst hver góður og hver vondur, að það svo mikill móral í þessu öllu saman og það svo augljóst hvað okkur á að finnast, það svo augljóst hvað skilaboðið verið að reyna að miðla og það líka grefur svo fullkomlega undan tilgangi miðla eins og kvikmyndarinnar leikhússins, þannig að kannski einmitt þetta sem koma skala í rauninni heimsmyndiðin, hún bara veltur svolítið á því hvoru kyninu þú tilheyrir. Það ræðilegu veruleiki. Það ræðilegu veruleiki, því að þetta einfaldast í samvindumanninni Ef þú ætlar að segja að við erum saman liðað, við erum konur, þið saman liðað, þið eru kallar, þetta ber vott bara svo óbúslega lata hugsun. Erna Mist, listmálari með meiru. Já. Já, hvað segir maður við óleiktar konur? Segir maður, ég rugglast alltaf á þessu, annarkvort það geislar að glansar, menn minnir þessi geislar. Já, ég held geislar, það eitthvað svona fallegra orð, annars bara eins og ég sem fullt að mæki eða highlighter eða eitthvað svona. Já, þú allavega geislar, og takk aðeinslega fyrir að koma, þú ert komin langleiðina. Já. Þetta spennandi. Tæpa 8 mánuði. Já, tæpa 8 mánuði. Það að koma. Þetta alltaf að koma. Þetta spennandi tímar. En við erum svo sem að fara að ræða aðra hluti. Mér langar svona, ég fekk þig, mér datt úr sérstaklega í hug eftir að ég fór að berast fréttur listamannalaun. Já. Svona áhrif þeirra á menningu almennt og listsköpun. Mér langar að fara í það, en kannski bara svona rétt til að byrja með það því að það nú í gangi núna. Hvernig líst þér á stjórnmála núna? Hvernig líst þér á valkyrju stjórnuna? Mér finnst það svolítið skemmtilegt bara þetta eru allt konur og síðan forsetinn líka kona, þannig að vera bara áhugavert Ég man eftir þessu í Finnlandi í COVID þegar ríkisstjórnin samastóð, þannig einungis af konum og nema svona kom náttúrulega svaka bakslag eftir það en mér finnst þetta skemmtilegt af því að þetta líka svona mér finnst þetta skemmtilegt ekki á pólitískum forsendum endilega, mér finnst þetta bara gaman af því að það er svo skrítið að sjá formenn ólíkra flokka mæta svona samheldna saman í viðtöl og þú sérð einhvern veginn Kristrúnu sem vann svolítið kosningarnar alltaf svona í farabróti og svo hina tvær svona játandi öllu sem hún segir Sástu í gærendar þá kom myndband af Ingu Sæland, hún svona barðist í gegnum Þorgerði. Það? Já. Okay. Ég sagði Inga Sæland var svolítið svona eins og sidekick hana í öllum erindum sem þau kemur sér saman, það var svona Þorgerður Kristrún og svo var Inga Sæland svona bakvið. En hún auðvitað ekki persónulega. Ég veit ekki hvort hann hafi heyrt það en ég veit reyndar að aðstofamaðurinn hann hlustar á þetta hlaðvarp, þannig að það gæti verið að eitthvað það er ógeðslega fyndið. Já, það er svolítið fyndið. Já, þetta er spennandi tímar það er líka áhugavert ef það er lendað þessu Já. Hvernig stjórna verður líka þetta eru ólíkir flokkar Já, þeir eru það verða víst alltaf að vera það. Já, maður skoðar svona alla möguleikana. Hvernig stjórnarmyndanir eru möguleikar, það verður alltaf svolítið já, en mér finnst þetta rosalega skemmtilegar kosningar þessi kosningabarátta mér finnst það óbúslega skemmtilega því að það kemur líka bara ljósa fólk hefur brennandi áhuga á þjóðfélagsumræðu mér finnst oft vera, það er svo mikill skortur á sérstaklega kannski hjá hefðbundnu fjölmiðlunum á þáttum sem einblína á þjóðfélagsumræðu eins og sé bara ekki áhugi fyrir henni en þarna kemur bara svo sterkt í ljós að þegar þeir setja það á dagskrá, þegar það setja á dagskrá, þá hefur fólk áhuga og vill vera með, vill vita hvað er í gangi. Já. Ég sammálaði, ég man 2021 og man eftir kosningunum og það voru svo margir, allavega svona, það var mín upplifun, það voru rosalega margir sem voru svona, ég eftir að kynna mér þetta, ég kynni mér þetta svona daginn fyrir kosningar og svona, þannig. Það var vissulega einhverju þannig líka, en mér varst að vera færri, kannski bara að ég er eldri, en það er líka samt, mér finnst það ennþá, ég er sammálaður, þetta er eins og séð aðeins öðruvísi andrúmsloft yfir stjórnmálunum Já, og líka bara einhver svona forvitni að það svona þorsti fyrir einhvers konar dýpri umræðu, þú veist, fólk vill vita, að því að ég held að fólk finnir rosa sterkt að það gengur ekkert að tala vinstri, hægri, frjálshyggju, íhald, markaðshyggju, kerfishyggju lengur, maður þarf eiginlega alltaf bara að taka hvert málefni fyrir sig og kafa ofan í það og ég held að það sé líka bara svona ákveðin að þreyta á þessum klísjukenndu hugtökum og mér fannst það skínu svolítið skert í gegn núna. Já, þetta er allavega spennandi. En
köfum þá dýpra onni í þetta Já. sko nú vorum við listamannalaunin að þeim var úthlutað núna fyrir skömmu einhverjir ósáttir, einhverjir örugglega sáttir þó svo kannski var ekkert mikið að koma í fjölmiðla Nei. alltaf svona sama fyrirkomulagi á þessu koma svona alltaf rétt áður en að listin kemur fram þá er einhver einn og einn sem er mjög ósáttur við það hafi ekki fengið úthlutað á meðan hinnir halda sér rosalega mikið til hliðs út af því að maður veit alveg að einhverjir verða pirraðir yfir því að einhverjir ákveðni listamenn sé að fá þetta Já. en svona almennt, hvað finnst þér listamannalaun, svo við byrjum bara á því hvað, það því að þú talar mikið svona skapandi hugsun talar mikið svona athyglisagkerfið hefur talað mikið svona upplýsingar það hvernig við, svona hvers konar viðhorfi höfum gagnvart stjórnvöldum Já. hvað finnst þér svona almennt listamannalaun? Sko, mér finnst ýmislegt, en kannski byrja á því að segja bara að ég hef aldrei verið á listamannalaunum og ég sótti ekki listamannalaun að ég meira bara svona listamaður á frjálsum markaði þannig að ég tala svolítið mikið þetta utanfrá, en þekki auðvitað fullt af fólki sem hefur verið á þessu og eitthvað svoleiðis en ég held að sé rosalega persónubundið sko, bara eftir bara svona karaktermál, hvernig listamaður þú ert, hvort að þú sér til í að láta einhverja dómnefnd, einhverja 3 manna dómnefnd ákveða hvort þú fáir borga fyrir vinnuna þína eða ekki sko. Og mér persónlega hryllir smá við tilhugsunina, þú veist, að ég þurfi einhvern veginn að biðja leyfi til að fá að gera það sem er mér mjög bara náttúrulegt og eðlislegt sko. Þannig að það hendar mér bara persónlega miklu betur að bara skapa, bara þegar ég vil og já, í rauninni bara leggja það á borð einhvern veginn. Af því að en já, þú veist, að sama skapi þá ef maður á markaði þá eru kannski einhvers konar öðruvísu öfl sem maður hefur svolítið í huga meðan maður að búa til list og ég var svolítið að tala þetta í morgun við sko kærasta mína því að hann náttúrulega hefur alltaf unnið í leikhúsi og þetta er ekki listamannalaun, þetta er ríkisreikið. Þannig að það er eins og, þú veist, það eru alltaf einhverjir, þú veist, það eru alltaf einhverjir dómarar, einhverjir svona gatekeepers eða svona hliðverðir, sama svona á hvaða forsendum þú vinnur listina en að hvort sem þú sért innan einhverja stofnunar, hvort sem þú fáir einhvers konar ríkistyrki eða ert á markaði, af því að þú veist, maður náttúrulega bara vinnur ekki í tómarúmi, maður vinnur alltaf í viðskiptum við annað fólk eða yfirmenn eða hvað það er og ég veit ekki alveg eða því að bara eins og í myndlistinni þá það er alveg hliðverðir þar eins og galleristar og safnarar og svoleiðis nema sko frambóði af þeim er náttúrulega bara miklu meira og það sem mér finnst erfitt við listamannalaun er að það sé einhver svona, þú veist að Rannís bara einhver svona ein miðlæg stofnun einhvern veginn svona fyrir allt landið og það sé svolítið svona imprentað í mann sem listamann á Íslandi að þetta sé leiðin til að lifa af á listinni. Af því að, þú veist, ég held að það sé rosalega sniðugt að hafa listamannalaun og ég held að það ali mjög margt gott af sér en ég held á sama tíma að það takmarkar ímyndunarafla manns þegar kemur að því að finna leiðir til að lifa á listinni. Af því að ég held að það séu óendanlegir möguleikar. En ef þetta er svolítið planið sem er bara skellt fyrir fram að þig frá upphafi, þá kannski ert ekki einu svona mikið að velta fyrir þér hvort það séu aðrir möguleikar. Eða þá að myndast þessi svona tvíhyggja milli listamanna sem vinna á frjálsum markaði og þeirra sem hljóta listamannalaun. Og þú einhvern veginn horfur á hina hliðina og getur ekki hugsað þér að starfa þeim megin, sko. Þetta er nefnitt það sem að svona frjálshyggjumenn og svona anarkistar sérstaklega frjálshyggjumenn segja ríkistyrki almennt sko, að það letji fólk til þess að móta sér ákveðin ramma sko, sem að þau þurfa að starfa innan og ég er alveg svona svolítið, mér þykir það alveg vera ágætis rök sko, eins og þú segir sko, ef að fólk er einhvern veginn að byggja sitt CV undir þeim formerkjum að þú þurfir að vera að tikka í ákveðin box fyrir ákveðina nefnd að þá hlýtur það að hafa einhvers konar áhrif á listsköpun og og meðan þú vart að segja þetta sko, að ég er ekki listræn ég ætla að prófa að teikna fyrir það eftir og þú ert ekki eftir að trúa að ég sé að vanda mig en ég er alveg bjóst til hlaðvar, bjóst til vettvang ég bjóst til vettvang en þetta er sama með eins og með tjáningafrelsi sko, út af því að hugsunin bakvið, ég mildast gagnvart listamannalaunum undanfarið út af því að ég tel bara svona auðvitað viljum við, þetta er lítið málsvæði, þetta er lítið svæði, það er erfitt að koma sér á framfæri, við erum í eyju í Norðurhafi og við erum 400.000 þannig að sjálfsögðu viljum við halda í ákveðin menningararf ef einhver er sérstaklega að hlúa að þeim menningararfi þá viljum við gera það þar fram til götunum
en aftur á móti þá það þessi lykilorð sko, sem eru einhvers konar nefnd, einhver 3 manna nefnd rannís eða hvað sem að velur þetta þá þetta svolítið svona eins og með tjáningafrelsið þar sem að, jú, þú getur alveg haft fallega hugsun það að fólk eigi ekki að særast og að þú átt ekki að vera leiður yfir því hvað aðrir segja og þar alveg eiga ekki að fá að segja það alveg hægt að færa rök fyrir því, en svo aftur á móti sko, hver ákveður hvað má segja og hvað ekki segja, það lykil þátturinn í þessu og það finnst mér vera sérstaklega slæmt þegar einmitt að ræða ríkisvaldið þegar ríkisvaldið að segja þér hvað má gera og ekki gera undir þeim formerkjum að það geta haft þitt lifibrauð af þér út af því að list að mínum að alltaf hefur verið sérstaklega ef við tökum svona punk í kringum 60 og það svona, og upp úr náttúrulega 70, 80 og 90 að það hefur alltaf verið svona andóf gagnvart stjórnvöldum Já, einhvers konar aðhald já, það gegnir aðhaldshlutverki Já, ég held sko, þú veist leikhúsi til dæmis sérstaklega í þessu samhengi leikhúsi virkar heldur svolítið eins og fjölmiðlar og þess vegna það líka ríkisstýrt þetta bara svona samfélagslega mikilvægt batteri og þú vilt ekki lifa í samfélagi þar sem það er hvorki fjölmiðlar né leikhús sko, af því að þeir gegna mjög svipuð hlutverki en á allt annan hátt en þetta spurningum með sko, þegar maður talar listamannalaun og einmitt hver ræður hvað gert og eitthvað svoleiðis af því að en mér finnst eins og oft snýst það ekkert endilega sko, listina sem þú skapar sem ákvarða það hvort þú fáir listamannalaun eða ekki, hvort þú fáir gallerísýningun eða ekki, ég held að það séu miklu fleiri faktorar oft sem spila inn í sko. Hvar eru þær? Þú veist að það bæði náttúrulega bara ertu réttamanneskjan á réttum tíma að ég held líka að sko það sem skilur góða listamenn frá slæmum listamennum að góðu listamenn þeir ákveða ekki hvernig listu gera það bara eitthvað sem þeir verða að gera og ég held líka að miðillin velji listamannin þú veist þannig að listamaðurinn og miðillin finn einhvern veginn hvern annan og í samtali þeirra á milli samfélagið, umheiminn, sálræna lífið, þú veist, allt þetta saman verður til einhvers konar afurð, einhvers konar tjáning sem á sama tíma mjög persónulega listamannum líka samfélagslega því hún sprettur upp úr ákveðnum tíðaranda, upp úr ákveðnu samhengi og eitthvað svoleiðis og ég vona allavega ekki að fólk sér mikið að hugsa þessi bók sem að þarf að tikka í þegar sækjum listamannalaun en fyrir mér það rosalega óhjákvæmilegt ég veit að ef ég væri að sækja þetta og ætti einhvern veginn að plana komandi verk og þematík og sýningar með það í huga að einhver myndi fara yfir umsóknina mína, þá myndi ég setja mig í stellingar. Þú veist, ég held að ég myndi halda að þessi dómnefnd, þú veist, hún sæi meira virði í því sem ég gerði ef ég geti gefið henni einhvers konar augljóst samfélagslegt samhengi, sko, eða virði, sem ég finnst líka svolítið erfitt að gera, af því að mér finnst að, þú veist, listin á ekki að vera trójuhestur fyrir einhverja hugmyndafræði eða aðferðafræði, hún líka bara, þú veist, þetta ákveðin svona enduruppgötun á heiminum sem þú miðlar og ég held að, þú veist, ástæðan fyrir að okkur finnist til dæmis börn vera oft listræn eða skapandi og segjum, þú veist, og sumir segja einhvern veginn að það að vera listamaður í rauninni enduruppgöta barni í sjálfum sér og eitthvað svoleiðis sem ég held að sé svolítið rugl, af því að börn svona skapandi af því að þau að uppgötva heiminn og þau alltaf að tjá það, þau að uppgötva heiminn en að vera listamaður og búið til list, þá þarftu að endur uppgötva heiminn. Það allt annað fyrirbæri, að ná skilt kannski, en það allt annað hlutur, af því að eitt kemur áreynslulaust og annað, sko, krefur mann fullt af athygli og og þú veist, það krefur mann íhugun og það krefur mann miklu meiri analýsu og bara, já, svo miklu meira handbragð og allt til einhvern veginn að koma þessari nýju uppgötun í einhvers konar form til að miðla því áfram til fólk sem getur síðan meðtekið á svara því og svoleiðis. Hversu stórt hlutfall af þessu hæfni og listsköpun? Og því ég hef oft pælt í þessu að ég ekki listamaður og ég mjög svona rammaður og ég með enga hæfni. En ég hugsa alveg með mér, ef ég væri ótrúlega mikið svona listskapandi og ég væri mikið svona opinn huga og svona geðveik svona mjög, bara svona mikla listsköpun, en ég væri lélur og ég að teikna þá get ég ekkert farið í listsköpun. Hvernig, já, bara ef handbragðið væri ekki til staðar en hugsunin væri til staðar eða bara vera frábær að teikna enga listsköpun. Er hann ekki líklegri til þess að verða listamaður? Ég held nefnilega þá ertu líklegri til að verða handverksmaður
og ég meina nútímalist líka krefur rosalega marga ekkert eitthvað ákveðið handbragð eða einhvers konar tækni. Ég meina ef þú fyrir listaháskóla í dag, langfæstir kenna mann einhvers konar tækni sem rosalega áhugavert, sama hvort þú farir í þannig séð leiklist eða myndlist eða þú veist, það meiri svona þeóría, þú veist, það listasaga, sviðslistasaga, þú veist, af hverju hefur fólk verið að stunda þetta í allar þessar aldir og þú veist, í hvaða samhengi sprettur hvernig list og hvernig getur þessi vitneska hjálpa okkur við það að finna erindi okkar í dag eða þú veist, hjálpa okkur að tengjast einhvern veginn. Hvernig skilgreinir þú þetta? Er það rapparar íslenskir í dag, listamenn? Ég held sko kannski sumir eru það, flestir ekki. Okay. Þetta bara sem svo flestir málar eru ekki listamenn en sumir eru það. Þú veist, þetta að því að við lifum líka svona á tímum bara svona fjöldaframleiðslu og sérstaklega stafrænnar fjöldaframleiðslu. Það sem, þú veist, það hafa aldrei verið fleiri að búa til dót. Þú veist, við tölum content creators. Þú veist, og það ekkert mál að fara til búð og kaupa málning og striga og það ekkert mál að læra að búa til tónlist á netinu og að því að þetta svo lítið mál, að því að eiginlega hver sem getur búið til hvað sem þá finnst mér við ekki geta lengur sko dregið samsummerki milli hluta og listaverka, skilur við. Þú veist, ég held að öll tónlist getur ekki verið list, eða öll músík. Þú veist, að því að nema ef við viljum samþykja það að skapa þýðir bara að búa til, að þetta séu bara samheiti. Mér finnst það svolítið erfitt því að það náttúrulega bara, það grefur undan allri merkingu í sköpunar hugtakinu. Þú veist, að því að mér finnst að þú veist, það að skapa, það hlýtur að vera meira en það að búa eitthvað til. Að því allir eru alltaf að búa eitthvað til. Þú veist, það að skapa, það kannski að búa til eitthvað nýtt eða það að búa til eitthvað frumlegt eða það að búa til eitthvað sem enginn að segja að búa til. Skilurðu hvað ég við? Já, ég skil hvað með. Já. Hérna, þetta var frekar áhugavert, mér minnir að Christopher Hitchens, minn uppáhalds, var að hann starfaði sem stundakennari í New York University að minnir og það einmitt sagði hann að fyrsta spurningi sem hann spurði bekkin væri er einhverja sem að upplifa að þið séuð ekki bara að skrifa heldur að þið þurfið að skrifa og hann sagði að það er alltaf svona 1-2 blik sem hann sér í fólki sem hann bara svona hann útskýra þannig að þeir eru með augu eins og þeir séu að spyrja þig með augunum hvernig vissirðu þetta og þá sagði hann þetta fólki sem hann mun skrifa og ég held að það sé svolítið eins með og ég held að fólk ætti að finna sér þessa hluti, fyrir mér það alltaf podcasti sko, ég veit ekki af hverju ég að þessu, mér líður svona eins og ég ætti að vera að þessu bara eitthvað sem drífur þig áfram. Já, það er eitthvað sem drífur mig áfram og hann útskýrir þetta þannig og mér finnst þetta hljóma svolítið eins og þetta segja með listsköpununa sko. Það er ekki eitthvað svona sem að þú svona, mér langar að verða þetta svona, ég þarf að gera þetta og og mér finnst það alltaf áhugavert sko, það er svona, ég veit ekki alveg út af því við erum að tala listamannalaunin og þessi svona rammi sem maður setur sér, þá veldur maður fyrir sér sko, eru kannski of margir listamenn þar af leiðandi ættu þessi listamannalaun ekki að vera eða er þetta eitthvað sem að ætti að vera út af því að við þurfum undir þessum formerki sem ég var að lýsa áðan að við viljum halda einhverju menningararf ég á svolítið erfitt með þetta en út af því hvað þetta er oft út af því að maður hefur líka heyrt þetta sé oft sko, fólk sem er kannski í náðinni eins og Halldór Armand var að lýsa núna hann var að skrifa bókina sína mikilvægt rusl sem að ég er rétt hálfnaður með hann er einmitt að vera að koma í hlaðvarp núna næstunni og hann getur gefið hérna hliðina hvernig að hafa verið innanfrá já, nákvæmlega og samt ekki innanfrá heldur, þú veist, nægilega mikið utanfrá til þess að fá þetta ekki en samt það var reynd og hann hefur fengið listamannalaun hann getur lýst þessi eitthvað hlut til en það er svolítið svona, maður fær svolítið ónóta tilfinningu gagnvart þessu þegar þetta er einmitt svona sérstakir hópar sem er að velja sérstakka einstaklingar sko. Já einmitt, nú tala ég aftur sem aðli sem stendur svolítið fyrir utan þetta. Já, þú getur sagt þetta þú vilt, fullkomin viðmælandi í þetta. Ég má styggja alla, bara einhverjir galleristar út í LA sem ég má ekki styggja. Þeir skilja þetta ekki. Nei, en það er líka eitt sem ég finnst svo áhugavert með listamannalaun. Mér finnst þetta að vera alltof einfaldur málaflokkur. Mér finnst, þú veist, það er allt annað að tala ritlaun á landi þar sem talað sérstakt tungumál sem 300.000 manns tala og að vera að tala myndlistasjóð, hönnuðasjóð, þú veist, mér finnst þetta bara vera allt annað pakki, sko. Mér finnst ritlaunin vera alveg svona sérstaklega mikilvæg kannski að því að þú veist, hvað eru skrif? Hvað þýðir það að skrifa hluti niður í skáldskap? Þú veist, maður
þetta hefur svo mikið að gera með minni, bæði persónulegt minni rithöfundarins og samfélagslegt minni og kannski minni þjóðar líka. Við erum alltaf að skrásetja það sem í gangi og jafnvel þó við séum að segja sögur sem gerðust fyrir 300 árum eins og margir íslenskir höfundar gera til að minna okkur ráða hvernig við vorum, þá það sagt í gegnum ramma nútímans. Þannig að maður fær líka tilfinningu fyrir því hvernig fólk hugsar og skrifar á þeim tíma sem bókin skrifuð. Og þetta allt svo merkilegt og mikilvægt þegar kemur að því bara að mynda í sameiningu einhvers konar þjóðarsál og ég held að sé óbúslega vanmetið hvað þessi sagnaarfur hefur gert og ég held að sé óbúslega varhugavert ef við í rauninni missum höfundan okkar og ef þeir fá í rauninni ekki það rými og þann tíma sem þeir þurfa til að skrifa alvöru skáldverk. Því ég held í núverandi mynd það að gefa einhverjum rithöfundi 3 eða 6 mánaða laun, mér finnst mér bara hálfgert djók. Mér finnst einhvern tímann gátu rithöfundar fengið 2 ára laun og mér finnst það mega sens. Ég held að á 2 árum getur þú skrifað skáldsögu, ekki á 1 ári. Og ég held að því að þú veist, þessi styrkir voru smættaðir og gefnir fleirum, að þá í rauninni náttúrulega bara rýrna gæðin á bókunum sem við fáum í bókabúðunar og plús það náttúrulega að umhverfið, rekstrarumhverfið býður ekkert endilega upp á að maður kaupi mikið af þessu. Ef bók í dag kostar næstu 10 skall, ég finnst alveg galið. Þú veist, ég myndi ekki kaupa nýja bækur, þú veist, að því að þetta, ég menna þetta fer á 50% afslátt eftir áramót og eftir 2 ár verður þetta komið niður í 3 skall, skilurðu. Og það náttúrulega ekkert sem segir að nýri bækur séu eitthvað meira relevant heldur en eldri bækur. Þannig að mér finnst umhverfið óbúslega erfitt fyrir rithöfunda og það snertir bara einhvern veginn alla fleti og kannski útgáfuhúsin ekki nógu vel fjármögnuð og eitthvað svoleiðis og líka bara til að setja þetta í stærra samhengi þegar við erum náttúrulega, þú veist, lífildisagan okkar rosalega stutt og en ef við skoðum kannski þjóðir sem kannski örlítið eldri en samt ekkert mikið, bara eins og Bandaríkin, ef við skoðum, það var svona ákveðin sprengja í bandarískri, amerískri leikritun í miðja síðustu öld og það var bara vegna þess að eftir kreppuna miklu það ákváðu stjórnvöld að styrkja leikhópa. Þannig að ef fleiri en 20 manns á sama stað gátu sameinast að stofna leikhóp þá voru þeir styrktir og upp úr þessu samhengi spretta skáld eins og Tennessee Williams, Arthur Miller, Albee og öll þessi svona klassísku leikritunaskáld sem leggja náttúrulega líka bara grunninn fyrir því hvernig handrit eru skrifuð í dag, kvikmyndahandrit. Þannig að öll þessi list í dag eins og bara bíómyndir og Hollywood sem við tengjum alltaf við markaðina því að í dag þetta náttúrulega markasvörur, það veit allir virði og þú veist það veit allir að maður getur greitt fullt af pening á þessu, að þetta kemur allt samt upp úr þessum aðgerðum stjórnvalda til að styðja við listamenn upphaflega, en svo tekur við þetta langan tíma til að verði sjálfbært. Og ég náttúrulega lærði í Bretlandi þar sem það óbúslega mikil svona bókmennahefð og það eiginlega bara bókabúð í hverju götu og af því að þetta út allt þá þetta alltaf að minna fólk á bókmenntirnar og þess vegna situr í lest og annað hver maður með síma og annað hver með bók og það var ekki hægt að segja það sama Ísland sko. Nei. Og að samanskapi eru Bretar miklu virkari í þjóðfélagsumræðu, þú veist, háskólarnir eru virkari, listamennirnir eru miklu fleiri og þú veist, samfélögin í kringum þetta allt saman eru bara miklu meira lifandi. Þannig að... Ég líka bý bara til mig, sko, ég veit reyndar að konunum minni finnst þetta ekki, já, skemmtilegt á mér, sko, en ég dreifi bara bókum út allt. Það einhvern veginn bara bækur allt hús og þá svona einhvern veginn grímar og líka náttúrulega að venja börnin á það að það séu bækur út allt út af því að þá það minnaði á að bækur séu til og ég alveg sammálaður sko. Þetta áminningar. Já, og ég held að þetta sé mikilvægt sko, út af því ég held að við þurfum að virka ákveðna bókamenningu. Þetta líka, það búið að vera erfitt held ég að reka bókabúð. Við erum með Eymundsson, fyrsta sem þú sérð inn í Eymundsson eru bara einhverjir svona lundabúða þema. Þetta ekki... Það eru lengar bókabúðir eftir. Eða svona, ekki margar allavega. Nei. Kannski forlagið, ég var að segja. Já, en svona, einmitt, þær sem eru niður í bæ, þær eru svolítið túrismannum að bráðu líka. Það að segja að þú gengur inn í fyrst þetta túristabúð, svo svona nokkra bókahillur og nættast. Þú skrifaður þetta fyrir ekki svo löngu, eða ekki, svona þessa túristamenningu og hvernig hún, er ég að fara með... Nei, það rétt, en ég held að sé alveg 1,5 ár síðan eða eitthvað. Já, ég er ekki búin að lesa þessa grein síðan, við bara myndaði núna þegar þú varst að segja þetta. Já, þá var ég svo upptekin að því sko, því þá bjó ég niður í miðbæ
og ég fór út og heyrði náttúrulega aldrei íslensku og pantaði með kaffi og það var aldrei talað um íslensku og þú veist einhverja alla búðirnar eru lundabúðir og mér langar að fara í bókabúð en flestar þar eru á ensku, þú veist og ég hugsaði bara, ok, staðan er bara svo að Íslendingar eru ekki lengur markhópur sinnar eigin höfuborgar skilur, hvað þýðir það? Það er ekki gott. Nei, þú veist, þá verðum við svolítið hólað innan menningarlega og ég hef líka svolítið áhyggjur af því af því að ég meina ef það gerist, ef við glötum menningun okkar þessu minni sem í rauninni, þú veist, listin gengur að miklu leyti að varðveita þessi minni í rauninni, þú veist, hvort sem að sé myndlist eða ritlist eða kvikmyndalist eða leikhús eða hvað það er, það er bara þú veist, við erum alltaf að minna okkur á það hver við erum og hvaðan við komum þú veist, hvernig skilgreinum við okkur og ef við missum þetta, þá náttúrulega þú veist, eftir allan tíman á TikTok þá er ekkert langt í að bara Bandaríkjamenn eða Kínverjar gerir bara undir meðvitund okkar af nýlendum sínum sko. Og við erum ekkert íslensk lengur. Já, nei, ég er bara hjartanlega samræður, reyndar hérna bóksala stúdenta er líka góð, ég fyrir sem þú þangað, hún er upp í góð háskóla. líka. Já, upp í háskóla. Já, fólk er að reyna sko. Já, sem er líka bara frábært, en ég er samt sammálaður með þetta, hérna, mér finnst þetta líka reyndar að smita svolítið yfir í akademíuna og almenna umræðu samfélagsmál, við erum með, þetta minni er svolítið undanhaldi, við gleymum því hvaða fórnir þurft að vera færðar hérna, til þess að við öðluðumst þau réttindir sem við höfum í dag. Já, við lifum við menningarlegt minnisleysi. Já, bókstaflega. Það er mjög vont út af því að við eigum að líka til að gera svona lítið úr okkar eigin menningu, við svona einhvern veginn rosalega einkennileg þróun í mörgum fræðum í akademíunni, þar sem við verðum að tala um það að vestræn menning sé svona einhvern veginn dauðir hvítir karlmenn á meðan aðrar menningar hafa verið svona ótrúlega sko ekki veikgeðja eða eitthvað þannig sem maður náttúrulega þetta fara rauk fyrir því að engin menning sé það en meira svona eins og hún hafi verið rosalega svona hvaða orð er ég leitað svona góð rosalega vinveitt rosalega friðelskandi og það náttúrulega sagan segir okkur að það er engin menning sem að er nákvæmlega þannig þangað til bara fyrir ekki svo löngu núna til dæmis bara að tala um svona skandinavískan kultúr sem var heldur ekki mjög friðelskandi þannig að það er búið að verða rosalega einkennileg þróun í ýmsum svona akademískum stofnunum þar sem einmitt bara hinn evrópski og svona vestræni heimur hafi verið slæmur alltaf og ég einhvern veginn svona kaupi þetta ekki og mér finnst þetta vera mjög mann þróun þetta heita svona í eigur á þetta minnisleysi sem að svona leiði með aðeins þeirri spurningu sem ég langaði líka að spyrja þig er sko því að þú talaði um athygliskerfið og afþreyingu og mér langar bara að spyrja þig sko heldur þú, þegar við erum að tala um skapandi hugsun að afþreyingin sé, eða skapandi hugsun sé að vera afþreyinguna bráð? Já, þetta er fyrir afturöði sem vorum að tala um áðan sko, hvað er að skapa, hvað er skapandi hugsun þú veist, er það að búa eitthvað til eða er það eitthvað meira af því að fólk er út allt að búa eitthvað til þú veist, maður sér krakka og úlinga þú veist, búa til myndbönd, sitjandi á TikTok þú veist, stelpur, tangandi myndir af sér eins og bara svona algjörlega svona hátísku ljósmyndarar hefði verið að taka fyrir svona 30 árum sko þú veist, það er allir orðnir óbúslega góðir í þessu en ég held að þegar kemur á sköpuninni þá virkar hún svolítið eins og athyglin í, þú veist, þessu athygliskerfi, þú veist, á þessum samfélagsmiðlum í rauninni, að þessi miðlar eru að uppskera sköpunarkraftiðin, alveg eins og þeir eru að uppskera athyglina þina. Af því að þú beinir henni þangað, þú eyðir orkuðinni og tíma og athygli og áhuga í að búa eitthvað til fyrir einhvern vettvang sem í rauninni ber hag af því að þú beinir öllu þangað. Og ég velti svo oft fyrir mig líka sko, bara eins og ég samhengi með þú veist, klámi, kannski annað dæmi þú veist, ef maður horfum ekki á klám þá bara í rauninni uppskera þær vefsíður bara alla kynhvötina mann, skilur og svo, þú veist, og það er ekki svo verða eitthvað meira af henni til annar staðar, skilur en þetta er allt einhvers konar orka þú veist, athyglin, einbeitingin, forvitnin og spurningin er bara hvar ætlar að nýta hana sko, ætlar að nýta hana í einhverjum tölvuleik á netinu sem þykist yfir eitthvað annað en tölvuleiku samt eða ætlar að nýta hana í alvöru lífinu og ég held mögulega sérstaklega kannski því ég náttúrulega, já kannski hjá minni kynslóð að margir þú veist maður sér marga á samfélagsmiðlum rosalega skapandi einstaklinga en
vera að skapa efni fyrir þessa samfélagsmiðla frekar en fara út í einhverja dýpri miðla eða dýpri form sem krefja mann eitthvað aðeins meira. Af því ég held að sköpun líka að mörgu leyti einhvers konar uppgjör við tilfinningar og minningar og umheiminn og samfélagið og sjálfa sig að einhver leyti. Þú veist, þetta er eitthvað svona innri kraftur sem að þarf að nýta listformin til að finna farveg, bara til að springa ekki að einhver leyti. Og kannski ef ég nefni dæmi bara tilfinningu að þá get ég nefnt óréttlæti. Af því að ég sé að við sjáum svona vaxandi óbeldisneigð ungmenna á Íslandi og ég held að það sé voða mikið tilkomið vegna þess að þú veist, það sem þessir úlingar alltaf að horfa á netinu, þetta bandaríska efni, þú veist, af einhverjum, þú veist, að komin í skólastofu og berja einhvern kennara eða þú veist, eða þá að þú veist, fullt af strákum sameinast að berja einhvern barnanýðing eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, það er svo mikil svona hefndargleði og svona refsiþorsti sem í rauninni þú veist, sem samfélagsmiðlar vita líka að, þú veist, að þetta í rauninni réttlætiskennd í sinni ódýrustu mynd og réttlætiskennd meðal úlinga óbúslega sterk vegna þess að þessum tíma ertu í rauninni að uppgötva þú ert að uppgötva óréttlæti heimsins. Þú ert að uppgötva á þessum tíma og vera svolítið meðvitaður sjálfa þig og stöðu þína innan samfélagsins og ert að uppgötva að það ekki allir jafnir og að þú býrð við einhverja svaka fortindastöðu, þú ert að uppgötva fátækt í þróunarlöndum, þú ert að uppgötva stríð í heiminum og allt svoleiðis og þú ert uppfullur af þessari tilfinningu og ég held að sé rosalega auðvelt fyrir samfélagsmiðla eða bara content creator sem vilja fanga athygli þína að framleiða efni sem viðheldur þessari tilfinningu, sem vekur hana innra með þér og viðheldur henni. Þú hefur kallað þetta illvígar tilfinningar? Já, illvígar tilfinningar. Af því að þú veist, listformin, þú veist, bíómyndir, bækur, málverk, þú veist, öll þessi listform sem við erum búin að vera að stunda miklu lengur og ná manni miklu dýpra ofan í viðfangsefnin sem maður að díla við, eða dýpra í tilfinningarnar, þær gefa manni ákveðið uppgjör við þessari tilfinningu líka og skilning á henni. Þetta eins og þegar ég var úlingur, þá voru samfélagsmiðlar ekki svona svæsnir og ég man að þegar ég var í svona 7. og 8. bekk þá fekk ég svona helfarablæti. Ég var alltaf að horfa á bíómyndir helfurina, ég las allt sem ég gat helfurina og ég skildi ekki alveg af hverju, það var bara eitthvað í þessu sem ég sótti óbúslega mikið í. En eftir áhyggja skil ég alveg að þú veist, ég var uppfull af þessari óréttlætistilfinningu, ég þurfti staðfestingu á því að hún væri sönn, að heimurinn væri svolítið grimmur, en það sem þessar bíómyndir gera og bækur að þær setja grimmdina í samhengi, þær útskýra fyrir þér hvaðan hún kemur, frá hverju hún sprettur og þær útskýra fyrir þér líka að það sé til ákveðið mótvægi við henni. Og ég meina, langflestar góðar bækur og bíómyndir sýna líka að þú tæklar ekki grimmd með meiri grimmd eins og þú lagar ekki óbeldi með meira óbeldi. Þú veist, það er alltaf öðruvísi svar sem þú færð við þessu. Og ég held að þetta uppgjör og þetta mótsvar eða mótefni í rauninni við þessar erfiðu tilfinningu, hún kemur ekki með þessum stuttu myndbrotum sem verið að mata mann á TikTok eða á Instagram eða Facebook eða Twitter eða hvað það er. Þú færðir í rauninni alltaf bara sneiðina af ofbeldinu sjálfu sem þar alveg viðheldur þessari tilfinningu og gefur þér aldrei færi til að gera hana upp. Nei, ég er sammálaður sko og ég er samt aðeins það horfið til betri vegar með úlinga. Já. Ég held að úlingar séu og það er ekki fyrir tilstilli fullorðins fólks. Já. Það er ekki þau sem að laga þetta. Ég held að úlingarnir séu svolítið í svo ég fá að sletta svona self-correcting fasa. Það sem þeir eru að takast á við þetta vandamál svolítið sjálfur og því að þegar maður tala um úlinga þá eru þeir alveg búin að gera sér grein fyrir því að þessi samfélagsmiðlar eru óhallir fyrir okkur og þessi sími er mjög óhallur fyrir okkur. En núna er ennþá samt fullorðið fólk sem að tilheyra okkur í trú það að nei, við þurfum ekkert að banna símanna fyrir úlingana, við þurfum ekkert að vera að passa upp á það að úlingar sé ekki of mikið í símanna, nei, tölvuleikir eru bara íþróttir og einhver svona algjör, bara svona della sem að allir sjá í gegnum. Það fannst sem nú eiginlega uppáhaldið mitt sko þegar fólk er að byrja að sannfara unga krakka að þeir eru 8 tíma á dag í einhverjum tölvuleika þá séu þeir orðnir sjálfkrafa íþróttamenn, náttúrulega algjör brandari.
En Það er náttúrulega brandari að fólk trúi því að krakkar sem eru ekki með fullþroskan framheila, ekki nálægt því sko, að þeir eigi einhvers konar roð í þessa miðla sem stjórnað af ríkustu fyrirtækjum í heimi sem ber að haga því að halda athygli þeirra þar og hann beinist ekki neitt annað. Það er náttúrulega algjör strugl. nákvæmlega, og líka þetta eru sömu sálfræðingar og skapa spilakassa fyrir Las Vegas sko. Já, þetta er bara ákveðin fíl. Nei, þau þurfa nú að læra á þetta. Já, nei, ég held að þetta sé bara risa frelsismál fyrir þú veist, ég tala börn og úlinga, ég var náttúrulega úlingur fyrir korteri, sko, þú veist, ég líka tala sjálfa mig. Þú fætt hvenær aftur? 98. Já, akkurat. Þannig að ég líka bara svona fjarlægast sjálfa mig með því að tala börn og úlinga, en ég líka bara tala fullari fólk og þú veist, en þetta er bara svona, þetta eru þetta mest áberandi hjá úlingum að því að þeir þekki ekkert annað, sko. Og þú veist, fullari fólk í dag, það upplýði alveg heiminn án samfélagsmiðla og þau upplýði heiminn margir án internetsins og eitthvað svoleiðis. Ég reyndar aldrei upplifað hann án internetsins, en ég upplifaði hann án, þú veist, áður en alveg þú veist, samfélagsmiðla sjálfið fór að taka svolítið yfir sko og skilir það sjálfið í raunheimum þannig séð og stokk upp í gildismatinu og allt svoleiðis en ég held þetta sé alvöru risa frelsismál og mér finnst svo skrítið að þetta sé ennþá leyft í skólum og þú veist að börn bara á leikskólaldri megi vera í sínum eigin iPad þar sem þeir ráða algjörlega hvað efni kemur fram og eitthvað svoleiðis að þú veist að þeir fá ekki að læra það að leiðast mér finnst þetta rosalega já, svolítið svona furðulegt og ég held að Hefur farið eitthvað til Sólanda nýverið? Nei, en eitt annað með þetta sko, að bara því ég nefndi síma í skólum að því að ég veit ekki af hverju það er eitthvað svona ótti við að banna síma í skólum því mér finnst það bara að liggja beinast við og allir sem eiga börn eru bara fullkomlega sammála mér sér börnin sjálf að ég er ekkert endilega að tala að það eigi ekki að vera með síma inn í tíma, það er ekki mikilvæga málið, þú veist, að maður geti lært fleiri hluti utanbókar, þú veist, aðalmáli er að krakkar sé ekki með síma í 5 mínútum svo þeir geti tengst öðnum krökkum og tala það sem þú var að læri tíma því annars festist það ekki í minninu, sko. Bara hjartana sammála, en þess að ég var að sko, þegar maður fer til Sólanda núna að þá lendir maður í því að sjá fólk og þetta er ekki djók, sko fólk hefur séð þetta, sko að sko er að bíða eftir matnum og það lætur barn hafa síma lætur hann hafa síma til þess að halda honum við efni þetta er það sturlaðasta sem að ég veit og við erum að tala bara 1-2 ára krakka sem eru bara látnir hafa síma og ég skil alveg, skilurðu maður hefur lent í þessu sjálfur, þú veist amman skilurðu að vera vinsæl eða eitthvað þannig og leyfur hann að horfa á 20 sekundur eða eitthvað af einhverju dóti en við erum að tala það er svona sér útbúinn búnaður sem að foreldrar taka með sér út að borða þar sem þeir setja bara síman fyrir framan barnið til þess að friðþægja út að borða þetta er sko seiðrof ég er ekki að grínast sko þetta er held ég það klikkaðasta sem ég veit svo náttúrulega sko þegar síminn er tekin af barninu þá náttúrulega algjörlega urlasta þetta er ekki gott sko og svo einhvern veginn svo við fyrir aftur í úlingana búin að sannfara okkur og það, nei, úlingar eru svo miklu snillingar og þeir þurfa að fá kosningarétt og eitthvað þannig og náttúrulega ætla að reynda 25% af úlingum að kjósa miðflokkin það voru Píratar alveg, já, nei, við þurfum ekki að láta það hafa kosningarétt þeir náttúrulega breyta kosningum eftir sínum höfði en mér finnst þetta samt alveg ótrúlega skrítin þróun þar sem við erum bara einhvern veginn búin að sannfara okkur það að börn séu ekki börn þau að bera sko þau ekki bera ábyrgð á sjálfu sér en þau að samhliða því einhvern veginn að bera ábyrgð á því hvað gerðist fyrir einhverjum 100 árum og við erum einhvern veginn búin að móta okkar við erum að tala þetta minni áðan svona samfélagslega minni sem einhvern veginn við erum að glata mér finnst þetta vera svolítið rót af því að við glötum öllu því sem að við kemur eins og hugtakið reynsluspeki er eitthvað sem við notum ekkert lengur Reynsluspeki, það er speki þeirra sem að voru undan okkur og kannski að þegar við erum ákveðin gildi þegar við erum ákveðin viðmót gagnvart einhvers konar athöfn, þegar við erum einhvers konar viðmót gagnvart í hvernig við gerum hluti að þá vitum við ekkert alltaf af hverju við gerum það svona en það er einhver speki á bakvið það en núna erum við einhvern veginn bara svona nei, við hendum þessu bara til gluggan engin svona ákveðin virðing í samskiptum og þannig og hvernig við hefum samskipti Já, en þetta er náttúrulega það sem gerist þú veist, þegar þú lest bækur sem eru eldri en 10 ára eða horfir á bíómyndir frá síðustu öld eða hvað það setur þessi gildi í samhengi fyrir þig og þó þú sért kannski ung manneskja og þú neitar að tilenga þessi gildi
foreldræðina eða og afa eða hvað þið finnst þau bara íhaldsum og tilgangslaust og eitthvað svoleiðis. Þú veist, þegar maður sér þau í samhengi síns tíma, þá getur maður séð nákvæmlega hvaðan þau koma og til hvers þau eru. Því að öll gildi sama hvaðan þau koma, þau þjóna einhvers konar tilgangi. Og mér finnst, já, takk. Og mér finnst kannski, þú veist, þetta óslega áhugavert með ungu kynslóðina, miðflokkskynslóðina, sem sækir aftur í þessi íhaldssömu gildi, vegna þess að mér finnst það líka svolítið afvegulegandi, því ég held að, þú veist, miðflokkurinn ekkert síðasti flokkurinn sem ég myndi kjósa. Og það kannski líka að því að, þú veist, það ákveðin populismi sem vofur þarna yfir og alls konar sem ég ekki sammála, en það að þetta sé eini flokkurinn sem að tala einhvers konar þjóðleg gildi og þjóðrækni og þú veist hvaðan við komum, hvað því að vera Íslendingur, af hverju skiptir máli að fjölga Íslendingum, eða þú veist, innan gæsalappa, þú veist, það þarf líka að minna okkur á þetta, sko. Og mér finnst í rauninni flokkurinn sem miðflokkurinn þeir ættu kannski að einblína meira á listamannalaun og ritlun og halda þjóðasálinni svona svolítið lifandi með því að bæta einmitt inn í sko styrki fyrir fólk sem vinnur við að viðhalda henni. Snorri Másson gætur tekið upp þann starf. Hann hefur svolítið svona, já, kynnt sig sem menningararfsmannin, sko. Já, mér finnst reyndar mjög áhugavert með Snorra Másson að sko, ég náttúrulega mikið í kringum listamenn og fólki í menningarlífinu eitthvað svoleiðis og hann fer mjög fyrir brjóstið eiginlega á öllu þessu fólki. Aha. Já, hann er svolítið kallaður svona íhaldsseggur og eitthvað svona, þú veist, hann bendla við hægri og náttúrulega flesti sem vinna listamenn hneigjast til vinstri og þetta bara einhver svona tribalismi, sko. En það sem svo fyndið að hann í rauninni að búa þjóðlegu gildin sem eru sem í rauninni myndu heimilónum sem málsvara á Alþingi til að standa vörð þeirra hagsmuni sem íslenski listamenn. Þannig að það rosalega fyndið að þú veist að það sé einhvers konar mellingarelita sem lítur eitthvað svona smá niður á þetta og eitthvað svona þetta daðra við rasisma, þetta daðra við hvað það sko. En í rauninni væri hann mögulega fullkomni málsvarin fyrir þetta fólk. Já. Í stjórnsýslu. Af hverju listafólk vinstri sinna? Veistu það? Ég veit, þú veist, það náttúrulega, ég get ekki eitthvað alhæft eitthvað svona, þetta náttúrulega bara mín reynsla úr listaháskóla sem ég hætti í og þú veist, en já, ég náttúrulega, þetta rosalega flókið af því að ég veit ekkert sjálf hvar ég stend, þannig séð sko, en ég held að það sé, bara eins og varst að tala áðan, það ákveðin tíska í akademíunni og kannski, svo tíska líka svolítið ríkjandi í LHÍ, en ég náttúrulega hef gert verið þar núna í 5 ár, eða 4-5 ár, þannig að ég veit ekki hvort þetta hefur breyst eitthvað. Ég var það náttúrulega beint í kjölfara á MeToo, þannig að kannski var þetta smá svona ofsi sem ég upplifði þarna upp úr því. Já. Svona hugmyndafræðilegur ofsi, við þurfum að snúa við þurfum að breyta öllu, við þurfum að reka stjórnina sem var hérna í fyrra og ráða fullt af nýjum kennurum og þú veist, við þurfum ekki að kenna Shakespeare þegar hann eru kallægur og allt þetta dót. Var það gert innan LHÍ? Já, þetta voru bara svona, þú veist, þetta var umræðan, þú veist, og spurningin var, þú veist, ef að kenna Freud því hann ásakaði konur að vera með einhvers konar, hvað var það? Ekki blæti fyrir einhverju, eða karlmenn vildu svo hjá maðurum sínum og eitthvað fleira þjónustu, ég veit ekki hvað hann sagði með konur. Já, eitthvað svona að kjarni konunar væri þessi, sko, í rauninni tippa öfund, að hún alltaf að bæta fyrir að vera ekki kallmaður og eitthvað. Alveg rétt. Þetta náttúrulega bara, þú veist, það algjört grín samt að kenna hann ekki í listformi sem byggist eiginlega á sálgreiningunni, sko. Eða, þú veist, eins og við þekkjum leiklist í dag, þú veist, þetta er sálrænt drama. Já. Þannig að, þú veist, það margt bara svona, einmitt, þú veist, þetta var svona ákveðin tími þar sem var bara svolítið markvisst verið að reyna að grafa undan sögunni, þú veist, undir því yfirskinni að við værum einhvern veginn að endurskoðana. En, já, ég veit ekki, ég upplifði allavega að það vantaði rosalega mörg svör. Brynjar Níelsson sagði hann hafi farið í kynningu á, eða í hvort það verið vísindaferð eða eitthvað listaháskóla Íslands og hann sagði, sko ég fór þarna bara til að planta einhverjum fræjum, ég vissi alveg ég var ekki að fara að sækja neina atkvæði. Já. Og mér varst það frekar að fyndið út af því að hann náttúrulega svona, hvað ég var að segja, já, hugmynd vinstri manna af því að hversu vondir hægri menn geta verið, sko. Já. Hann er náttúrulega mjög indall maður eins og allir sem að þekkja hann vita sko. En ég hef verið að velta þessu fyrir mér því að sko það var stærnum leikhúsaðan og ég tvisvar lent í þessu að leikarar sem að hér eru báðir karlkyns hafa annars vegar hitti ég hann
og svo einn á bara förnum vegi að hérna maður eða menn sem að lýstu því fyrir mér að sko innan leikhúsins það var þannig að það var eitthvað Me Too mál með hana Atla, hvað heitir hann? Ég man ekki, hann heitir eitthvað Atli og hérna Atli Rafn. Já, örugglega ljósarður, já, var það hann allavega, hann hérna var ásakaður eitthvað og það var eitthvað svona einkennilegt mál allt maður svona gerði sér ekki alveg grein fyrir því hvað var í gangi þannig og ég hérna hittir þess að annað bara förnum vegi og hann sagði mér, já ég hlusti þetta maður hérna mjög ánægður með það sem þú varst að gera já, næs og hann fór að lýsa því fyrir mér sko að innan leikhúsins þá yrður að vera einni skoðun já. Og hann sagði við mig bara sko, þetta það mikið að þú ert í rauninni krafin svara og þú ert annarkvort að þykjast eða bara að vera reikin út og þegar þú mátt ekki vera á ákveðinni skoðun svo veit ég annan mann sem lýsti því bara nákvæmlega sama bara innan leikhúsins, ég ætla ekki að fara að segja hvaða leikhús þetta var ég man ekki svo hvort það var sama leikhús en þeir bara sagði þetta rosalegu tími það rosalega eldfim stemming þú verður að passa hvernig þú talar þú verður að passa hvernig tón þú notar þegar þú ert jafnvel að leika og þú verður að passa hvernig þú sko, þegar þú ert til dæmis í einhverjum svona senum að þá verður að passa þér rosalega mikið og ég alveg bara hugsaði með mér þetta ekki gott umhverfi fyrir listsköpun Geðveikt fasíst umhverfi Þetta Þú sagði það en ég er skemmtilega sammála Nei, ég meina, ef þú hefði talað við mig fyrir, 4 árum þegar ég var að hætta út á nákvæmlega þessu hefði ég getað rantað þetta heilu dagana, sko Ég er búin að milda mig mjög Ég er búin að segja við mig, þetta var bara tíðarandinn það vissi engin eitt, þetta var bara eins og fyrsti kaflinn í COVID, voru allir hræddir að þetta væri hérna fyrsti kaflinn í endalókum mannkins og eitthvað þannig að við samþykjum svona brjálæði sem var í gangi en þetta var alveg svakalegt sko. Ég var náttúrulega rosalega erfitt með að finna fyrir því þegar það er ákveðin lína eða ákveðin skoðun sem ég á að viðhalda sko. Og sérstaklega ef ég er ekki á þeirri skoðun eða gildi mín liggja annar staðar og ég finn fyrir því að það er í hrópandi ósamræmi við einhvers konar væntingar sem eru gerðar til mín þá fæ ég bara svona líkamleg viðbrögð sko. Þannig að það var kannski líka svona svolítið ástæðan fyrir að ég vildi frekar treysta markaðnum fyrir því að lega mér á lifa á listinni frekar en að vera inn í þessu stofnanabatteríi sækja sér nú listamannalaun hjá fyrirhandi bekkjarfélögum mínum eða skilur og markaðurinn er betri yfirmaður heldur en ríkið og svona listamanna elítan Sko, mér finnst það persónulega, en það er eiginlega mjög, mjög persónubundið og kannski er ég líka heppina því að ég vinn í þannig miðli, þetta er, ég mála málverk sem eru ekki bara, þetta er ekki bara einhver neysluvara, þetta er líka verðmætageymsla og það er alveg hægt að lifa á þessu og þetta er, ég er ekki bundin inn í tungumáli, ég get unnið hvað sem er, eins og ég hef verið að vinna í London, Bandaríkjunum, Ítalíu og er næst að fara að vinna út í Kína, þannig að En það er eitthvað svolítið áhugavert. Þar finn ég fyrst fyrir einhvers konar ritskoðun á verkunum mínum í samtali við Kína. En af því að það er hluti sem skipta mig ekkert miklu máli þá finnst mér allt í lagi. En ég get ímyndað mér að það sé mjög erfitt sko ef þú ert til dæmis listamaður í Kína og eins og hérna bara eitt skilyrðið fyrir að ég væri með sýningu þarna bara í Beijing, bara í þessu galleríkerfi þarna galleríkverfi í hérna höfuðborg Kína. Ég má til dæmis ekki mála neitt nakið fólk og það eru alls konar svona, aðrar siðareglur svona fatnað og svona og atgerfi og alls konar sem megi ekki vera inn í málverkunum sem ég er þetta, það er ekkert mála að sneiða hjá því en halda fórum að gera mína list þannig séð. En það er rosalega áhugavert líka að átta sig á því hvaða er þannig sé mikið frelsi á Íslandi sko og í Vesturheimi miðað við held ég mörgum öðrum bara flest önnur ríki við erum alltaf að tala lýðræðisríki eins og það sé bara svona eitthvað sjálfsagður hlutur sko. Ég er að segja það sko þannig að á sama tíma það að við séum við listamannalaun er eiginlega frekar frábært og það að maður getur líka verið á frjálsum markaði er líka svolítið frábært það er líka sko út af því vorum að tala um minni á þann og mér finnst þetta að vera oft aldrei svona vannmetið og ættum kannski að vera oftar að tala um að þau smámál sem að við getum leyft okkur að vera að byggsa dagstaglega eru svo smá að við ættum að líta sko í ákveðna fegur í því ljósi því að flestir annar staðar eru bara að tala um það hvort að þeir geti yfir höfuð fengið að lifa undir þeim formerkjum hverju þeir eru sko
eins og við erum að sjá núna í Miðausturlöndum þegar að núna eru islamistar að taka yfir Sýrland og hvað mun það þýða fyrir Kúrda, hvað mun það þýða fyrir kristna í Sýrlandi, hvað mun það þýða fyrir Alavíta, það eru fullt af svona hlutum sem að við þurfum ekkert að spá í. Getum bara verið einhvern veginn, á Gunnar Helgason að fá listamannalaun fyrir það að vera að skrifa barnabækur. Þetta er alltaf ógeðslega krúttlegt. Líka bara að skoða íslenska pólitík í samhengi við erlenda pólitík eða annars staðar, við tölum að við séum með, eða svona í orðræðinu að við eigum okkar 2 popúlísku flokka, en popúlistarnir okkar vilja útrýma fátækt og meira aðhald á landamærum og meðan popúlistar í Þýskalandi vilja bara útrýma lýðræðinu. Ég held sem við rosalega góða popúlista Ég held það líka Ég held það líka Ofríki andhverfunar með svolítið góður titill þegar við viljum, og þegar við erum að tala um núna pólitíkina talar um stjórnmálar í Bandaríkjunum sem eru helst til bundin og ég fjallaði þetta ég fjallaði ekkert þetta, ég var ekki byrjað með hana miðil en ég talaði þetta við vini mína þegar ég bjó í Bandaríkjunum á þessu tíma sem Hillary Clinton var að beita sér undir þeim formerkjum að hún var ekki Trump. Og þú bendir einmitt á þetta í þínum pistli að þetta er svolítið einkennileg afstaða til sjálfsins þegar við erum farin að beita okkur fyrir því að speilmynd okkar og hugmynd annara af því hver við erum því undir þeim formerkjum hver við erum ekki. Já, þannig í rauninni við saminumst það að vera á móti einhverju frekar en að saminast ákveðin gildi eða ákveðin mál eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við í rauninni einfaldasta leiðin til að hópa okkur saman er að vera á móti einhverjum öðrum. Og það er svolítið það sem bandarísku forsetakosningarnar snýrust og ég var að tala um daginn varandi Trump og Harris að Trump hafi unnið að því að hann valdi sér í rauninni bara starri andstæðing sem fleiri gátu saminast að vera á móti þannig að meðan Kamala Harris hún valdi Trump sem sinna andstæðing kjósi mig ef þau eru á móti Trump vilji hann ekki og meðan Trump valdi bara kerfið sem sinn helsta andstæðing og hans skilaboð út í kosmosin voru basically kjósi mig ef þið eru á móti kerfinu ef kerfið er ekki að virka fyrir ykkur og í landi náttúrulega það sem kerfið er fullkomlega hrunið þá auðvitað vinnur kosningarnar á þessum forsöndum. Ég nefnilega búin að vera ótrúlega mikið að pæla í svona hugmyndafræði og sérstaklega mér finnst hægri menn vera sérstaklega lélegir í þessu, mér finnst talsmenn hægri manna, nú er ég örgulega móðgangun ekki hafa verið nægilega góðir undanfarin ár einmitt út af þessu það því að einhvern veginn svona hræðslan við vinstrið, kannski er þetta bara allt upp frá ég er ekki að tala bara hérna á Íslandi, ég er líka að tala bæði Breitlandi og hérna í Bandaríkjunum bara hvernig ótti við kommunisman, ótti við fasisman, óttin við kerfið eða svona kerfishyggju og hugmyndafræði Nozick og svona Milton John Milton og Milton Friedman John Milton hafi endilega verið hægri mann, hann var svona prinsipmaður en sé alltaf þá ekki frelsismaður? Já, frelsismaður, nákvæmlega ekki undir þeim formerkjum einmitt að sé frelsið ekki undir þeim formerkjum að eignarrétturinn sé heilagur út af því að við græðum á því ekki út af því að við erum með ákveðna samkeppni sem heitir samkeppni fólk er alltaf að horfa á þetta sem einhver svona andstæðingar ég held að sé samkeppni út af því að flestir sem fara út í einhvers konar business eru tapa oftast á því, þeir eyða ótrúlega miklu tíma að koma ykkur á framfæri en aftur á móti er afurðin af því að einhver tróna á toppnum og það verður frábær vara út af því að hann hafði hvata af því að búa til bestu vöruna en þetta er svolítið tapað það er miklu meira svona einmitt að vinstri menninni séu hættulegir og þetta dót sem er alveg hægt að færa rök fyrir en það aftur á móti svona býr til svona skakka mynd af því af hverju þín hugmyndafræði sé betur til þess fallin að stýra samfélaginu og þá verður þetta einhvern veginn einmitt að ég er að móta mitt ágæti undir þeim formerkjum hvað ég er ekki Já, þetta er líka örugglega rosalega flókið því að sannleikurinn er sá að við viljum þetta báða vængi, við viljum vinstri og hægri og lenda einhvers staðar á miðjunni. Ég held að allir þannig sé allavega sem búa hér eða svona hneigi svolítið þangað og ég held að þegar maður talar íslenska hægri og vinstrið þetta er líka svolítið abstrakt og írónískt af því að á Íslandi er það til dæmis hægri flokkurinn okkar, sjálfstæðisflokkurinn sem vill endurreisa menntakerfi sem jöfnunartæki í hvað öðrum löndum er það hægri flokkurinn sem hefur það á stefnuskránu sinni, skilur við? Já, og svo er þetta náttúrulega líka bara svolítið einkennileg sérstaklega með menntakerfi þar sem þetta fara að snúast
hagsmuni þeirra sem vinna innan kerfisins frekar heldur en neytanda sko. Já. Hvað finnst þér að stráka geti ekki lesið? Já, sko, það náttúrulega helmingur drengja sem getur ekki lesið upplýsingateksta eftir útskrift grunnskóla og þriðjungur stúlkna. Þetta alveg mikill stelpuvandi og strákavandi sko. Ég held að hann hefur farið vaxandi alveg eins og strákana og bara í takt við samfélagsmiðla og í takt við hnignandi geðheilsu og allt það mál. Ég held að, er þetta ekki bara enn ein birtingamyndin á því að, öll þessi kerfi ekki að virka fyrir okkur, að við þurfum einhvern veginn að endurheimta athyglina frá þeim stað sem hún hefur verið rifin á, og svo það náttúrulega líka, við erum að upplifa nýja tæknibyltingu. Samfélagsmiðlar eru og gervigreind, þetta ekki bara einhver svona ein tæknin frá síðustu byltingu, þetta bara ný tæknibylting og þar alveg höfum við engin svona fordæmandi dæmi sem við getum dregið lærdóm af til að aðlaga okkur að þessu. Þetta bara eitthvað sem við erum að gera í fyrsta sinn og ég held að sé, vaxtaverkinir, ef maður vil kalla þetta vaxtaverki, umbreytingarverkinir eins og það að allt í einu getum við ekki lesið, allt í einu höfum við ekki stjórn á athyglinni, allt í einu upplifum við bara svona yfirvofandi tilgangsleysi gagnvart öllu. Þetta hlýtur að fylgja í kjölfar allra tæknibyltinga og hver einasta tæknibylting hlýtur líka að krefja okkur að endur skilgreina öll þessi hugtök eins og hvað sköpun, hvað í hvernig samfélagi viljum við búa, hvað frelsi, hvað lýðræði, hvað ég held að það líka rosalega svona, á sama tíma og læsi fer dvínandi og menningarlæsi og venjulegt læsi og samskipti og allt þannig, þá líka, það að vakna einhvers konar forvitni líka meðal fólks. Ég held að margir upplifi til dæmis eins og það hafi verið í svolítið svona vitrænum dvala sem kannski byrjar að vakna fyrst í COVID, þar sem maður byrjar að finna aftur á eigin skinni að pólitíkin hefur áhrif á þig. Þar sem maður byrjar að finna á eigin skinni tengingu þína við umheiminn. Þetta tími þar sem allur umheimurinn að tala sama hlutin. Hversu oft gerist það? Þetta tengir okkur bara sem mannkinn saman aftur og skyndilega fær, almenningur fær rosa mikinn áhuga á mannkynssögunni og frægasti höfundur þess tíma var Harari sem var að skrifa mannkynssöguna. Ég held að hann hefði ekkert orðið svona frægur ef aðstæðurnar hefði ekki leyft það. Þannig að, á sama tíma og að svona okkar vitrænu hæfileikar eru að fara niður og sköpunargáfan líka, þá hún að vaksa upp í nýrri mynd annars staðar held ég. Veistu hvað ég við? Já, ég held að ég skilji hvað áttu við, sko. Ég bara, ég einhvern veginn á erfitt með að meta nákvæmlega hvernig þetta mun allt þróast. Já. En ég einhvern veginn hugsa alltaf með mig bara, það geti verið að þetta komi upp í einhverju nýrri mynd, en ég held aftur á móti að bara svona, því ég verið alltaf að hugsa svona upplýsinganeyslu. Já. Þannig hvernig við neytum upplýsinga, hvaða upplýsinga við erum að neyta, í hvaða formi, er það texti eða er það í hljóði, örglega í síauknum mæli í hljóði, en hvernig upplýsingar eru við að neyta, er það jákvætt og það ég held sko að eða það letjandi fyrir heilan einmitt. Já, það letjandi fyrir heilan og ég held einmitt sko því að fólki rosalega umhuga misskiptingu, ég hef ekki mikla áhyggjur af því að margir aðrir, en aftur á móti þá hægt að færa rök fyrir því að misskipting sko þess hver getur og hver getur ekki, þá ég ekki að tala endilega efnahagslega sem að, reyndar það náttúrulega fylgniðan á milli, en að þeir sem að geta gert eitthvað og þeir sem að geta ekki gert eitthvað verður bundið við það hver kann á gervigreind. Og ég held að það verði rosalega stór þáttur, ég bara finn sjálfur fyrir því og ég bara rétt að byrja að prófa mig áfram í þessu. Gervigreindin hefur bara umbylt við hvernig ég bæði neyta upplýsinga, en líka skapa eins og þetta hlaðvarp. Það sem að bara ég margfalt fljótari að gera ýmsa hluti og ef ég svona yfirfæri þetta yfir á ýmis störf og ýmsa hluti þá hugsa ég bara með mig bara, heyrðu, þetta að fara að umbreyta heiminum og ég held að sé rétt að eins og ég talaði við Stefán Baxter sem svona frumkvöðull að þessu sviði gervigreindar hér á Íslandi, þar sem hann með snjallgögn, ef ég að meina þetta rétt, annars setja það upp hliðina á mér ef ég að fara með fleipur, þar sem hann svona að taka inn gögn og svona hagræða á ýmsum sviðum til þess að nota gervigreindina til þess. Já. Og ég hugsa með mér bara eins og í opinberum rekstri það mun umbylta þegar að einhver kemur inn og segir heyrðu við ætlum að fara að nota gervigreind til þess að takast á við ýmsa hluti þá losnar hellingastörfum. Já. Og það rauninni bara slagkraft stéttarfélagana sem að heldur okkur svolítið
á sama stað en þegar að það svona, þessar gáttir opnast að þá mun þetta breytast rosalega hratt sko. Ég veit ekki hvað við gerum. Og það verður alveg blóðugt. Þetta verður blóðugt. Þetta verður blóðugt. Heimssýninni verður svolítið kollvarpað hjá ansi mörgum held ég held að það sé alveg satt og bara aðlögunarhæfni á þessum tímum verður númer 1, 2 og 3. Það verður líka bara, eins og ég segi, sko, fólk sem getur gert hlutina verður svo langt framar. Því að ég finna, eins og ég var að nefna, bara ég finna svo mikið sjálfur þegar ég að vinna efni sjálfur. Já. Að ef ég hugsa bara, ef ég miða sjálfa mig núna í dag, bara 2019, jú, vissulega maður hæfar í því að vinna svona efni. En aftur á móti, sko, 2019 þá hafði maður ekki, og þetta bara 5 ár síðan, að maður ekki getu og tök á því að nota sömu tæknur í dag. Já, og ég held að sko, fyrir marga bransa þetta bara svona ótrúlega jákvætt. Að í rauninni líka mögulega losna maður við ómanneskjulegu hliðarnar á vinnunni sinni. Bara eins og þú veist, eins og skriffiskuna, skipulagið og tæknivesenni sem fylgir óbúslega mörgu. En þetta er rosalega skrítið fyrir einhvern sem mig sem vinnur í listum, sem vinnur við að skrifa texta, vinnur við að búa til myndir. Og þú veist að fólk er alltaf að tala um einhverju upp og eitthvað sem geta bara, eða gervigreind sem getur skrifað texta miklu fljótari og málamynd, þú veist, miklu betur og hraðar og stærra og allt það sko. En málið þar í listinni held ég að enginn hefði áhuga á að lesa bók sem enginn hefur skrifað. Nei, ég er samanlega. Eða með listmálarna sko. Já. Ég held að samanlega, maður ekki spenntur fyrir því að vera með eitthvað upp á striga eða þú veist, upp á vegg hjá sér sem að ég let tölvunum minna að gera þetta í hádeginu. Já, það er svona. En aftur á móti held ég að sko bíómyndinar muni eiga undir mikið högg að sækja vegna þess að þú veist þær eru náttúrulega bara þessi Netflix-væðing bíómynda þar sem einhvern veginn öll fjölskyldan þarf að geta hort á mynd á þess að neitt móðgist eða neitt svoleiðis. Þú veist það er búið strömlínulega handritagerð svo mikið í svona mainstream media að það er eiginlega bara eins og það hafi verið skrifað af gervigreind. Þannig að í rauninni fólki sem vinnur kannski í einhverju bransa að mæta þessari gervigreind svona á miðri leið í fyrirsjáanleika og í því sem virkar að einhverju leiti. Þannig að mér finnst það líka svolítið áhugavert. Ef ég set teiknumynd á, þá set ég aldrei á mynd sem er gerð eftir 2010. Nei, ég hef svipað reglu án jokes. Ég neita að horfa á þetta, sko. Þetta er svo woke og þetta er svo leiðilegt. Þetta er einhvern veginn eins og, ein svona hlið af þessu, þegar Wonder Woman var gerð, ég sá hann aldrei, en ég heyrði bara fólk, það var ekkert spennandi út af því að það var aldrei, þú veist, það þurfti alltaf að passa upp á það, út af því að þetta er kona, að þá mætti hún ekki lenda innan áflóðum og mætti ekki vera neitt að, skilurðu, taka á henni, þannig að, skilurðu, út af því það geti verið triggerandi og eitthvað þannig. Já. Og ég hugsa, erum við samt ekki komið svolítið svona full circle, þannig ertu með rosalega sterka konu, þannig að búa til bíómynd, þar sem að þú þarft einhverja tókstreit, ég meina Batman-myndin var góð út af því að hann þurfti að fara í rosalega djúpan dal og rísa upp aftur og takast aftur á við andstæðingin sem hann gæti ekki gert og eitthvað þannig. Já. Ég hugsa alltaf með mér bara, þú veist, hversu rosalega, þú veist, við erum einhvern veginn að mála upp óraunveruleika til þess að við einhvern veginn getum sætt okkur við það að, við sættum okkur einhvern veginn við óraunveruleikan undir formerkjum að það sé raunveruleikin. Já. Ég veit alveg að Wonder Woman er einhver, þú veist, hetjumynd, en þú skilur hvað ég meina. Já, en ég meina mainstream media er mikilvæg því að það er menningarlist neysla flestra, sko, og segjur þú kannski mest um það hvað koma skal. Bara svona Við erum að segja bara hvað sjálfum sko legasögu. Já, og sko, vandamáli líka með vókið í listum er að á þess forsendum þá er alltaf rosalega augljóst hver er góður og hver er vondur, þú veist. Það er svo mikill mórall í þessu öllu saman og þú veist, það er svo augljóst hvað okkur á að finnast, það er svo augljóst hvað skilaboðið verið að reyna að miðla og það líka grefur svo fullkomlega undan tilgangi miðla eins og kvikmyndarinnar leikhússins af því að þetta snýst um drama og gott drama er þegar báðir aðilar hafa rétt fyrir sér. Það er gott drama og það er rosalega sjaldgæft að sjá það í dag, finnst mér. Það var ein mynd sem kom fyrir 1 ári, frönsk Anatomy of a Fall. Og sástu hana? Nei, ég er ekki búin að, ég horfi eiginlega ekkert á. Nei, ég skil samt alveg, maður verður oftast fyrir vonbrigðum, en ég var í hálfgerðu sjokki yfir því hvað það var gott handrit, af því að ég fattaði að ég var bara í mörg ár búin að horfa á myndir sem eru tilnefndar til Óskarsins og þetta er allt svo óbáslega fyrirsjáanlegt að ég bara svona, þú veist, það brestur eitthvað innra með mér í hvert sinn, sko, bara svona hvert eru við að stefna, hvert eru við komin og svo kemur eitt og eitt svona stykki, sko, það sem þú horfir á og þú hugsar, vá, þetta er list, þú veist, þetta er alvöru harmleikur, þetta kennir mér eitthvað sjálfa mig og samfélagi sem ég bý í, sko, án þess að vera að reyna það. Þú veist, þetta bara, ég þarf að tjekka þessu. Já, hún er bara svona, og, þú veist, afhjúpar einhvers konar
vitt inn í mannssálina. Ég fór í leikhús daginn Já. og ég gerði það ekki nóg oft. Ég talaði með það á þessu vettvangi að ég ætti að fara að gera það oftar. Já. Ég myndi fara á sýninguna Köttur og heitur blikkþaki í Borgarleikhúsinu sem frumsýnd 28. desember. Það svona alvöru drama sko. Ok, ég tjekka því. Ég ekki að segja þetta því ég að vinna í þeirri sýningu. Nei, and that just happens. Ég held að það verið mjög góð. Ok, ég kem á hana. En ég fór á hérna Merki. Orð gegn orði. Já, tónlistin heitir Merki. Það þess lagi sem í henni heitir Merki. Orð gegn orði sýningin. En og þetta í alvörunni góð sýning og hún mjög eftirminnileg þó svo að ég sé að blanka hérna á bæði leikaranum og nafnuna á sýningunni. En þar hérna fjallar hún einmitt svona Me Too og þar einmitt mjög áhrifamikið hérna atriði þar sem einmitt hérna tónlist eftir Gugusar eða lag eftir Gugusar spilað eftir að já, ég ætla nú ekki að spoila en henni sem sagt nauðgað hana og ég, eftir þetta leikrit þá fór ég að hugsa bara já, kannski voru einhverjar gloppur í Me Too sem að ollu því að góð hreyfing varða vondri hreyfingu og ég held að það sé út af því að það voru ákveðnir aðilar sem áttu ekki að vera málsvarar málstaðarins sem ollu því að fólk bar meiri tortryggning gagnvart Me Too heldur en kannski var sanngjarnt og ég fór að hugsa bara kannski ættu að fara að taka aftur upp Me Too og leyfa einhverjum öðrum sem hafa raunverulegt vægi og eru svona nægilega stabílir einstaklingar til þess að takast á við þetta málefni og eiga aftur samræður þetta svona einhverja samfélagslegar, það var alltaf minni og eitthvað það voru alltaf samfélagslega samræður en það voru undir þeim formerkjum að þú skildi drullast til að vera sammála ellegar verður vond manneskja ég held að þetta hafi verið vond að það voru einstaklingar sem voru alltaf að breyta markmiðasetningunni undir þeim formerkjum að þau voru einhvern veginn sátt við þennan daginn, ósátt þennan daginn voru rosalega bara einhver rök sem voru bara bókstaflegar andhverfur þú ættir að passa upp á það að þú kæmir svona fram við konur en ekki nema að hún myndi samþykja það og ef hún myndi ekki samþykja það þá væri þú vond manneskja en þú ættir samt alltaf að passa þig að koma svona fram og þetta var svo ruglingslegt og var líka til þess að bara kynin sáu hvort annað sem svona framandi tegund einhvern veginn sem þú ætti að koma allt öðruvísi við og andstæðinga og andstæðinga það sem ég fannst eitt áhugaverðast við kosningarnar bæði í Bandaríkjunum og hérna heima hvað þær eru kynjaðar. Það svo áhugavert þegar skoðanakannadinn þetta byrtust og maður gæti séð hlutfall kalla og kvenna með öllum stjórnmálaflokkum og hvað það voru yfirgnæfandi konur til dæmis hjá Viðreisn og yfirgnæfandi kallar hjá Miðflokknum og sérstaklega því yngri sem kjósendur voru. Þannig að kannski einmitt þetta sem kom að skala í rauninni heimsmyndiðin, hún bara veltur svolítið á því hvoru kyninu þú tilheyrir. Það er ræðilegu veruleiki. Það er ræðilegu veruleiki því að þetta er einfaldast í samvindumanninni Ef þú ætlar að segja að við erum saman liðað, við erum konur, þið erum saman liðað, þið eru kallar, þetta ber vott bara svo óbúslega lata hugsun. Já, þetta einmitt það sem ég hef náttúrulega gagnrýnt feminisma mikið fyrir því að það er alltaf verið að tala þessum að berjast gegn feðraveldinu sem einhver svona fjarlæg hugsun það bæði eitthvað sem til staðar, þetta er náttúrulega bara trúarbrögð og það er svona illi andinn, en að feðraveldi sé einhvern veginn bæði að halda konum niðri samhliða því að veita strákum einhverja varhugaverða hugmyndir sem gera það að verkum að þeir verða mögulega einhverjir ofbeldismenn á þess að vita af því og þetta sé einhvern veginn allt líkjandi í allt samfélaginu og allar innstungur eru gerðar til þess að karl geti notaðar betur og einhver svona algjörð della og ég held að þetta sé vont út af því að náttúrulega mannkynssagan einhvers konar samtryggingakerfi beggja kynja að reyna að móta betra umhverfi fyrir sig sína og svo framtíða kynslóðir en feminismin segir bara nei, þetta er ekki svona, þetta er bara feðraveldi til þess að halda niður í konum ég held að það er oft sagt það bara nei, strákar eiga mæður og systur og fleira sem þið þykja mjög vænt og ég held að það sé bara rétt þetta er alltaf svona, talað þetta sem eitthvað svona hjákátlega afvegaleiðingu ég held bara að það sé ekki rétt ég held að við séum miklu meira sem kannski líka jákvætt að ég held að við séum miklu dýpra innra með okkur að við séum í ákveðnum að reyna sameiginlega að ná einhverjum markmiðum ákveðna hamingju
Já. Þetta svo fyndið að þetta líka svo mikið fleirtöluorð feminismar. Ég held að það séu margir feministki skólar sem ég tengi ekkert við, en svo líka sko feminist greining getur verið áhugaverð vegna þess að hún gerir manni kleift að skoða bara liðna atburði og eldri leikrit eins og Shakespeare eða grísku harmleikina, allt bara svolítið í nýju ljósi. Þannig að og feminist greining snýst ekkert endilega að segja, þú veist, einmitt að konur eru góðar og kallar eru slæmir eins og þessi feminismi sko, sem ég alveg sammála, ég finn alveg fyrir honum og mér finnst hann algjörlega óþolandi af því að hann bara einfaldar allt, hann leitar, þetta populískur feminismi að einhver leiti, þú veist, þetta bara svona, hann býður upp á einfalda útskýringu að karlar séu kúandi og konur séu kúar og þannig hefur það verið rosalega lengi en er vonandi að batna, eða þetta meikar ekki alveg sens, ekki svona á manneskjulega levelinu sko. Nei, svo líka bara þessi markmiðasetning einhvern veginn, þú veist, við þurfum að komast á einhver stað og svo sá staður einhvern veginn rosalega óljós og svo þegar það er einhverju markmiðum ná þá nei, þetta er ekki nóg og þetta, við þurfum að komast á þennan nýja stað og þetta er rosalega skrítin svona hugmyndafræði og þetta er náttúrulega hægt að yfirfæra þetta yfir á margt annað sem woke iðnaðar sko, að markmiðasetningin er sett og svo einhvern veginn er aldrei sagt að hvaða marki við erum einhvern veginn að reyna, við þurfum að komast á þann stað þar sem að konur eru ekki á þessum stað og maður veit aldrei hvað þetta þýðir og ég held að fólki sem er að segja þetta veit ekki sjálf sko. Nei, en ég meina þetta líka, ég held að þetta hafi líka að gera með þessa sterku tilfinningu réttlætiskennd sem við vorum að tala svolítið áðan, sem ég held að sé rosa mikið sko reynt að vekja þegar þú vilt fanga athygli fólks, því að þetta er svo sterk tilfinning og það er auðvelt að vekja, þetta er bara svona svo reiði bara í annarri útgáfu og ég held sko, þú veist, á þessum tíma hafi líka réttlætiskennd innra með mörgum blossað upp og þú veist, alveg svo með myndböndin á TikTok er hún sett í allt of einfalt samhengi í rauninni og fólk var óbúðslega fljótt á þessum tíma að útskúfa fólki að dempa þessari réttlætiskennd á þá, þú veist, þannig er eitthvað sem er að þetta er vandamálið út með það skilur og þá líður því ógeðslega vel, þú veist okkar, ég er í góðaleginu, ég er að gera eitthvað rétt, ég er að vinna að réttlátara samfélagi í rauninni. Timothy Snyder skrifaði bókin sem heitir 21 Lessons for the 21st Century. Var það ekki Harari? Jú, ég er að rugla, nei, þetta er nánast sama, hún heitir On Tyranny, ofríki og undirtitillin er að sama, það fór mjög mikið í töðunar mér líka. Þetta er nánast sami titill, en Harari skrifaði líka fyrirgefðu, þetta er 20 Lessons from the 20th Century og svo skrifaði Harari 21 Lessons for the 21st Century, held ég. Oh my God. Ég held ég sé að fara með rétt, en þetta fór mjög mikið í töðunar mér þegar Harari skrifaði þessa bók því að undirtitillin á On Tyranny eftir Timothy Snyder var þetta. En allavega, hann skrifaði þetta að til þess að ná svona þessi réttlætiskennd upp sko, að þá þyrftum við andlit á andstæðingin. Það var ekki einhver svona hugmyndafræði. Má ekki vera eitthvað abstrakt hugmyndi mitt. Nei, heldur væri það sko að þegar þú ert komið andlit á, skilur þú, þessi er andstæðingur þinn, saman náttúrulega Orwell skrifaði, eða gerði, þá var 5 Minutes of Hate. Já. Og Goldstein skilur þú, þá var sín mynd á honum, þar sem hann var einhver svona andlit ílskunnar sko, og þar voru þau að öskra á hann. Að ég held að við höfum bara verið að upplega svolítið það sama sko, sem að við erum með einhvern svona ímynd af því hver væri vondi kallinn. Það hvíti karlar eru vondir aðilar sem við þurfum einhvern veginn að passa upp á. Og annarkvort ertu ally en þú þarft að passa þig að vera ekki, skilur ekki vera að taka of mikið pláss, en verður samt alltaf að segja þína skoðun á þessu, en verður samt að hafa þig hægan allan daginn líka á marginu. Hvernig nenni að taka þátt í þessari dellu? En svo náttúrulega líka bara þannig að einelti er sterkasta hópeflið sko. Já. Ég held að það spila líka svolítið stórt inn í þetta. Það er líka eitthvað nautn í því að sameinast að útskúfa einhverjum sko. Já. Bara svona á frumstæðu. Endur mynda svolítið að því, sko, út af því að þú, minn langar aðeins að spyrja þig svona í víðara samhengi, þú varst að tala að þú hafi verið í LHÍ og hafir ekki alveg fundið þar, hefði fundið svona að vera einkennileg stemming. Já. En er ekkert erfitt sem listmálari bæði sko að berast ekki með straumnum í þessu öllu svona, þessari stemmingu sem að myndast oft innan þess að gera og er ekki líka erfitt að verða ekki straumnum að bráð út af því að það er líka þínir hagsmunir eru undir
í þeim efnum? Það var náttúrulega sem ég var svolítið hrædd við, sko. Þú veist, ég var svolítið hrædd við að því ég var svolítið byrjuð að gera það. Þú veist, ég var svolítið byrjuð að kannski gera ekki það sem kom bara svona náttúrulega til mín, heldur ég var rosa mikið að reyna að búa til sögur, að búa til atriði. Ég var í leikhúsnámi þar, eða svona sviðslistanámi, sem ég vonaðist til að myndu falla í kramið hjá, þú veist, kennurum eða samnemendum og svona svara ákveðinu svona kalli þess tíðaranda. Og það var svolítið, þú veist, eftir á, svona þegar maður átt að sjá því, hvað ég búin að vera að vanrækja mitt innra líf lengi, skilur, hvað ég lengi búin að þykjast við einhver annar og þá bara blóstar upp einhver tilfinning, bara ok, ekki meir, ég má ekki gera þetta, þú veist, lífið stutt, þú veist, bara svo tilfinning. Þetta svona eins og, þú veist, ég held að, þú veist, fólk byrjaði líka að tala svolítið tjáningafrelsi upp úr COVID af því að það myndaði svo gríðarlega mikil fylgispekt til að byrja með, náttúrulega líka í MeToo eins og varst að lýsa áðan og ég held að það sem gerir mann svolítið reiðan eftir á þegar maður fattar hvað maður tók virkan þátt í því og hvað það var auðvelt að láta berast með þessum straumum. Þú veist, maður fattar að maður hefur ekkert alltaf stjórn á því, þú veist, já, bara með hverju maður að berast. Og þá byrjar þessi gagnrýna hugsun, þessi sjálfskoðun eða skapandi hugsun eða hvað það þetta samtal við okkur sjálf að vera svo mikilvægt. Af því að við höfum upplifað það að glata tengingunni við okkar eigið innsæi og þegar við öðlumst það aftur þá erum við ekki tilbúin að glata tengingunni aftur. Þetta brjálað, ég ætla að enda á þessum punkti. Þetta eins og Orwell sagði, sko, hann var svo sagt lögreglumaður á Indlandi á nýlendutímanum og það einmitt sagði hann, sko, lýsti því eða þannig að hann hafi ekki sko hætt sem lögreglumaður á Indlandi út af því að hann væri eitthvað á móti þessum svona fasísku elementum sem hann væri eitthvað, hann var ekki reiður út af einhverjum svona fasískum elementum heldur hann fann sjálfa sig verða að fasista og þurfti að koma sér út úr þessum aðstæðum þannig að andfasistinn Erna Mist en sem komið já, við vitum aldrei hvað gerist takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst og gangi þér vel í öllu sem að við að fara að taka sem að þú ert að fara að takast á við núna næstunni. Takk fyrir það.